Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Við ætlum að tala það sem Drottinn á uppáleggur að verði talað og hef ég minnst og alltaf áður leikinn á þess að svo sem vera neitt undirbúinn. Það er mín reynsla af Guði að allavega ég get gert þetta, ég veit ekki með þig. Og þetta er svo sem ráðstöfun hans fyrir svona vissum kvíðagemsa eins og ég er og var kannski meira. Og ég var mikið að hugsa um það hvernig þegar maður er í þessu stöðugt þá vill nú þrotabúið upp í ruglastaðis og maður veit ekki alveg betur hvað maður að tala um í dag og svo framvegis og ég var að hugsa svolítið mikið um þetta. Og eiginlega var þetta að byrði hjá mér. Ég veit að þú þekkir ekkert svona en þetta var byrði hjá mér. Þangað til Drottinn tók þetta bara frá mér. Það var nú reyndar af öðru tilefni. Ég var nú búinn að þá að vera að skrifa lengi og ég var farin að finna fyrir þessu. Býttu við hvernig ná ég að halda þessu áfram. Og þá sem sagt hætti ég þessu bara í tíma eitthvað, já, 3 mánuði. Og hef svo handa við það aftur. Og þá er þetta nýja system komið á. Að maður sem sagt bara eins og núna sest ég bara niður fyrir framan fallegu myndavélina mína. Og byrja. Eins var það með skrifin. Ég tek bara fram blað, þetta var nú allt gert með blað og penna þá. Og svo byrja ég. Og svo þegar ég var að byrja þá vissi ég hvað ég ætlaði að fara að skrifa. Og þetta er svona kerfi sem hefur gengið hjá mér og í dag veit ég og er náttúrulega búinn að vita lengi að þetta er þetta guðlega kerfi sem hann setti upp í hendurnar á þessu manni vegna þess að Drottinn er einstaklingsmiðaður Guð. Þetta er kannski eitthvað sem að þú hefur aldrei þurft að glíma við og ég bið að þú þurfur aldrei að glíma við það. En ég fór að finna fyrir þessu. Vegna þess líka að ég sá að þetta var eitthvað sem ég átti að gera til frambúðar. Og ég vissi líka þá strax að þetta var ekki eitthvað tækifæri sem ég var að grípa nú og nú. Ég vissi að þarna hafði ekki verið tjaldað til einnar nætur. Og ég byrjaði á þessu, það má segja að þetta sé svona angi af sama, 84. Og þú sér að það er orðið nokkuð mörg ár síðan að 84 var árið sem var uppi. Þannig að þetta hélt bara áfram og þetta hélt áfram og heldur áfram. En núna í áratugi reyndar með þessum áhrifum. Ég er ekkert að velta fyrir mér hvað ég eigi að gera. Og ég heldur ekki að segja hvernig þú er að gera þetta. Þú leyfir bara Guði að stjórna þínum verkum eins og ég geri fyrir minna parta. En hann veit alveg hvernig okkur líður og hvernig við erum og hverju við erum. Og hann léttur okkur verkin, við vitum allt um það. Og gerir bara það sem hann þarf. Hann getur allt. Og við náttúrulega trúum því sem að treystum Guði að þetta sé allt hvort eða hans verk. Og það sem hér er talað og fyrir þinn munn sem kristinnar manneskju, hvort sem þú ert maður og kona. Og þá trúir þú því líka að hann sé að tala í gegnum þinn munn og þetta er staðreyndin. Hann er nefnilega að tala í gegnum okkar munn. Og að því að hann er stór og mikill Guð og ég er lítill kall úr Hafnarfirði, að þá tekur hann bara yfir. Ekkert mál voru á minn, við höldum bara áfram. Og þetta verður ekkert mál. Og þetta verður bara eitt af mörgum tilhlökkunarefnum sem maður á í hjarta sínu því að mín reynsla af þessu Guðsverki er bara skemmtilegt. Þér leiðist aldrei undir Guðsverkinu. Því hann
er lífið sjálft auðvitað og hann kveikir allt líf með okkur. Og þegar lífið kveiknar með þér í hjartanu þínu, þá leiðist þér ekki. Það er ekki ennast rétt hjá mér. Þannig að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu. Eina sem kannski við þyrftum að hafa áhyggjur af, það er að ganga bara með Guði. Við erum ekki að dragast neitt aftur úr eða taka einhverja spretti fram á við þegar hann hefur ekki boðið. Hér og nú, hönd í hönd, göngum við með Guði og þegar þú ert hönd í hönd við eitthvað, þá kemst þú ekki langt framfyrir og ekki heldur langt afturfyrir. Þið eru bara samstíga á göngunni og þetta er svona þegar Guð er annars vegar og trúin mín, hún hefur kennt mér þetta. Þannig að við tökum bara skrefin saman. Þetta allt saman lærist með tímanum og þá hleypum maður ekki fram og sér svo kallað, ég dregst aftur úr. Þetta er allt saman inn í myndin, þetta er allt saman hægt að gera þetta, en allar líkur minka þegar þú ert bara hér er ég og hér er Drottinn. Þetta er náttúrulega flókið. Við höfum að gera þetta allt saman óflókið. Og ég er mjög þakkláttur fyrir þessa gjöf sem hann gaf mér, eins og ég var að segja áðan, að ég veit eiginlega aldrei neitt hvað ég ætla að tala. En ég þekki Guð og ég veit að kemur eitthvað gott út af því. Ég veit ekki hvað þeir finnst svona trú, þeir finnst þetta kannski máttlaus trú, en hvað það? Hvað var það mig það hvað þér finnst mína trú? Ekki aðalatrið að ég veit bara hver hún er, ég held það. En þetta er svona minn partur af þessu efni og Drottinn veit alveg hvað framhald á því verður. Og hann veit líka að tíminn sem við tökum í þetta er viss og ekki gefinn af mér. Þessi tími er gefinn af Guði. Sem finnst það vera alltaf langt, en ég hlusta á svona langt, það er alltaf lagi. Ég get ekki verið að eltast við það. Þegar ég er náttúrulega bara eins og þú að gera það sem Drottinn býður mér að gera. Og ég geri það alveg hiklaust. En Drottinn hefur þetta svona, stuttar sagnir, svaka flottan maður, ég ger ekki lítið úr þeim, en öðrum er uppálegt að gera eitthvað annað og þá gera þær það. Aðalatriðið er og kennslan í gegnum þetta allt saman er gerðu það sem Drottinn vill. Ef hann vill nota þig sem einstakling svona, leiðu hann á það. Vertu ekki að hugsa neitt það hvað er miklu meira árangur að hérna. Hvað veist þú þennan árangur? Móralli núna er þannig og stutt og laggott. En sumir vilja heyra aðeins meira en stutt og laggott. Og ef allir eru stutt og laggóðu, hvert eiga þeir að fara sem vilja kannski aðeins meira en stutt og laggott. Þannig við verðum að hafa þetta allt. Og þess vegna hlýðum við bara Guði. Og ég geri þetta svona, samkvæmt vilja Guðs. Þú gerir þetta svona, stutt og laggott, samkvæmt vilja Guðs. Og það er bara besta mál. Og þetta, einhvers staðar er þetta að ná í þetta og hlusta á þetta og lesa þetta eða hvernig sem það er. Öll flóran er þarna. Að því við erum að gera vilja Guðs. Þannig hann sér heildarmyndina. En ég sé náttúrulega bara það sem ég er kallaður til að gera og ég þarf ekkert að sjá neitt meira heldur en það. Og ég geri það. Og held áfram að gera það samkvæmt Guðs vilja. Því að ef ég er ekki að gera Guðs vilja, hvað er ég þá að gera hér? Ég segðu með það. Þá hef ég raun og veru ekki til að gera. Þannig svona hugsun eigum við að hugsa vegna þess að þetta er þessi guðlega hugsun sem við þurfum að eiga. Sem sagt, vilji Guðs. Og við höfum svo sem oft heyrt þetta og hver vill ekki gera vilja Guðs sem á annar borð þekkir Jesú. Sú manneskja er ekki til og hún verður líklega aldrei til. En þetta er lærdómurinn í þessu öllu saman, gerum vilja Guðs og horfum fram hjá öllu sem að við kannski vildum gera. Og svo þegar þú byrja í þessu, eða hverju sem það er, þá finnurðu hjartað
tekur undir það að þetta er það sem hann vill að þú gerir og þú breytir því þetta ekki nei og þú talar sáttur og sátt við það að vera bara já, á akri Guðs starfandi þar með þína köllun, já, starfandi þar. Það eru margir kallaðir en það eru fáir útvaldir. Af hverju? Að þeir stíga aldrei fram í sína köllun og segja Drottinn, hér er ég, hvað vilt að ég geri? Ok, hann er mættur og við setjum hann bara í þetta embætti og svo helst hann bara þar. Áratugum seinna helst hann þar. Engin breyting. En samt er breyting því að hvert efni, svona efni til að mynda, þetta er nýtt. Þetta er aldrei verið talað áður. Og það er einmitt þetta sem að Drottinn gefur að því hann er svo stór að finnst maður ekki vera í einu endurteknu hlutverki og fátt leiðist mér nú meira heldur en sífelldar endurtekningar. Þannig að ég upplifi það ekki í þessu verkefni þó að maður sé alltaf að gera það sama. En þetta kemur til stærðin á Guði sem að tekur alla svona hugsanir frá manni. Þú ert að þjóna lifandi Guði og hann er að tala núna og þú mátt líka trúa því og því trúi ég að þetta tali til einhverja einstaklinga, manneskja hér og nú og þá er tilganginum náð. Þannig að ég og þú og við þurfum að læra það og skilja það af hverju við þurfum að hlýða vilja Guðs. Og þegar við erum konum með sjálfa okkur á þennan stað, þá rjátlast margt af okkur, sem annars geti verið bara þvælast fyrir okkur. Þannig að með þeim mætti verður trúin okkar einföld, mjög einföld. Og það er besta trúin að eiga, það er þessi einfalda trú í og Drottinn saman. Það er nú ekki tækt að hafa þetta neitt einfaldara. En þetta vill hann gefa okkur. Og þetta hefur hann gefið mörgum og þeir eru ekkert að neitt að láta þetta vefjast fyrir sér. Þeir skilja málið af því að það er einfalt. Þegar við flækjum þetta of mikið, þá hættum við að skilja það. Og þá hefur nú tilgangurinn svo litið, já, missi, ef svo má segja. Við þurfum alltaf að vera á þessu varðbergi að hafa þetta einfalt og gera umfram allt annað þetta vilja Guðs. Vilji Guðs er þessi hvað þennan mann varðar og hefur alltaf verið eða lengi verið í áratugi. Það er langt síðan ég byrjaði í þessu. Þannig að við lærum, við eigum að læra og við þurfum að læra. Drottinn þekkir okkur alveg, hann veit alveg hvernig við erum og hann snýður þetta eftir okkur. Sem sagt, fötin mín passa á mig að því þau eru, já, sniðin á mig. Þetta númer passar á mig og ég kaupi það og skyrtan passar. Það vísir þessi svolítið víð en það er alltaf lagi. Sumir vilja hafa skyrturnar sína víðar. En hún passar. Þannig að ermarnar eru ekki nema niður að olnboga og ef það svo væri þá gæti ég ekki nefnt þessu að mér. Af því að skyrta væri þá bara allt og lítil og passaði vel á talsvert minni mann en þannig gall úr hann nöðið. Þannig að það gengur víst ekki alveg, þannig að við verðum að kaupa okkur fötin sem passa, sniðin á okkur og þannig er trúargangan. Við göngum hana í takti Guð og þá passar hún á okkur. Og hvað vill hann að ég geri? Ég er að sýna eitthvað part af því hér og hvað vill hann að þú gerir? Þú sýnir líklega eitthvað part af því hvað vill að þú gerir með þínu lífi. Ég veit ekkert hvað það er. En ég hveti bara til þess að gera köllunina og vinna og vera í kölluninu þinni. Því að þú getur ekkert annað, ekki getur þú gengið í minni köllun. Nei, ég í þinni köllun, en við göngum í okkar eigin köllun af því að hún er okkar eigin. Við sjáum að þetta er ekkert flókið, þetta er einfalt. Og
Og þetta gott að vera með þessa viðmiðun, þessa einföldu viðmiðun, því að ef þú ert að leita ráða hjá manni og konu, þá ruglingurinn nokkuð vís. Já, maður og kona segir þetta og heitt við þig. Og þú ert ekki öruggur, sumir eru óöruggir, það bara þannig. Og hvað ætlaðir að gera? Þessi benti mér nú að gera þetta svona og þessi svona og hvað á ég að gera? Leitaðu Guðs. Hann segir hvernig þú átt að gera þetta. Eins og sagði við, Konráð minn, og sest þú bara niður og hefur engar áhyggjur af þessu og svo byrjuð. Þannig hefur það verið í áratugi. Ekkert vesen. En þetta gera við mig að því ég er ég. Ég var að tala á það til að svona vera smá kvíðinn. Ekkert alvarlega en svona smá kvíðinn. Og þegar maður tekur verkefnin sín alvarlega þá fór maður að hugsa þetta alveg bara, wow, ég var að gefast upp á þessu. Og ég raun og veru gafst upp á þessu því að ég hætti þessu. En sem betur verið, segi ég nú fyrir mína parta, þá var það nú bara tímabundið og svo hélt ég áfram. Með alveg nýja sýn á allt saman. Og miklu léttara verk eftir á en var áður. Því Drottinn fékk að komast inn í þetta, en núna segi ég það og líka viðurkenni það að Drottinn veit alveg á þér. Þetta var töluvert og undan því að ég frelsaðist. Þetta ekki, ég var að segja, þá byrjaði ég að skrifa 84, var komin alveg á fullt í þetta 85 og þetta hélt bara áfram, mínus þessi 3 mánuðir, þar sem þessi eiginlega gafst upp, tímabundið, rís á fætur með alveg nýja sýn á verkefnið. Og það er þessi sýn sem að þú ert að sjá hér. Byrjaði bara og hafði engar áhyggjur. Skrif og gera þetta sem ég er að gera er fyrir mér mjög svipað. Maður er náttúrulega að setja á blað þá þanga sem að býr innra með manni og ég sitt hér og tala út þangan sem býr innra með mér. Svona þið sjáu að þetta er alveg að sama meiði. Og núna er ég með lifandi Guð yfir og og verkið í raun og veru verður leikandi létt fyrir það að vera mjög skemmtilegt. Eins og allt þegar þú ert í Guði verður skemmtilegt. Það er ekki leiðinlegt að þjóna Guði. Það má ekki gera í Guði, það getur ekki verið skemmtilegt. Það er nú eitt sem er nú misskilningur að það sé eitthvað bindandi og hindrandi og þvingandi að þjóna Guði. Ég get sagt þér alveg hvaðan þetta kemur. Þetta kemur af syndatalinu. Syndin vill ekkert að þú sért að þjóna Guði. Af hverju? Af því henni er þá ýtt út og hún vill fá að sprikla með þér, í þér. Sendandið þangað, sendandið hingað, gerandi þetta og gerandi hitt. Svo ertu aldrei ánægð. Eða ánægð. Það er þetta sem syndin vill. En Guð er ekkert þarna. Hann vill að þú sett glöðmanneskja. Þið sjáu að hún er, Guð og synd er algjörar andhverfur. Syndin sem verður bara hóll og leiðilegur. En Guð segir, þú ert að vera glöð manneskja. Og ég geng undir inn í rann Guðs og verð þar glöð manneskja. Og þegar ég er glaður, þá líður hjartanu vel. Í syndinu, þetta er nú meira svona maður. Og það er allt bara, verður allt grámygla. Þetta er einn og sami maðurinn. Þannig þú sér að þú lifir ekki lengur undir synd. Svo fyrir utan það þá vilt ekkert lifa lengur undir synd. Þú ert búin að vera nóg af henni. Nógu lengi segir þjónaðar henni. Þannig að nýtti tekið við. Og þetta nýja býr allt í uppreisnum lifandi Kristi. Og þetta er svo sem ennþá verið að takast á þetta mál. Syndin og náttúrulega lifandi trú er að takast á þetta.
og af því að syndin sem sagt dautt afl, má segja, en kristin trú lifandi afl, þá vinnur lífið alltaf á og dregur einn og annan út úr syndinni. Og veistu af hverju það er? Af því boðunin hættir ekkert. Hún heldur áfram. Þetta er ekkert annað en verk Drottins sem að hér fyrir fram, boðun á verki raun og veru. Það er að benda á lifandi Guð, sem lausn, sem leið, sem góða leið. Ekkert feik. Og á þessari leið, hver sem þú ert, máttu vera þú sjálfur. Máttu vera þú sjálfur í heiminum? Nei, þú mátt það sko ekki. Það er bara þannig. Þú eru að ganga þennan veg og hina leiðin, þú þarft að helst að vera svona klæddur og svona greiddur og ég veit ekki hvað og hvað. Þú mátt ekki vera þú sjálfur. Það er syndin, henni líkar það ekki. Hún ræður þar sem Drottinn ræður ekki og ríkir. Svo breytist allt, þú sérð eins og ég, hei þetta er Guð. Þá breytist allt og þú verður að þjóna honum. Og svo náttúrulega vextu í trúnni, þú varst náttúrulega bara barn í trúnni fyrst og skildir ekki upp eða niður í einu en einu, svo fórst að læra inn á þetta. Og Drottinn fór að svona þorska þig, svo tók hann í þjónustu. Það tekur allt tíma. Allt er þetta lærdómur. Ég byrjaði ekki í þjónustu, ég reyni að vera, já, maður kannski fór að þjóna strax, en maður byrjaði í raun og vera ekkert í neinni alvöru þjónustu fyrir já, í kringum 2000, en ég frelsaðist 89, þannig að þessi tími frá 89 til 2000 er bara undirbúningstími og þetta sér maður eftir á. Þetta var alltaf tilgangurinn sá að vera í þessu embætti sem ég er og á þeim stað sem ég er á í dag. Það er góður staður, mjög góður staður. Vil ég skipta bara aldrei ekki. En það sem að gerði áður, þetta er svo sem allt góða minningar, en hvað er í dag? Já, ég sitt hérna fyrir framan þessa fallegu myndavél mín og er að tala og gera köllun mína. Það er það sem að gerist þegar að Drottinn fær að gera það sem hann vill, þá vex upp í þér þessi trúfesti. Gagnast fyrst og fremst Guði, af því þú elskar hann, þú vilt þjóna honum. Og hann setur þig inn á stað, það sem að trúa fólk er, það heitir kirkja, það heitir söfnuður, og það líka þér vel. Af því að þarna eru þínir líkar. Takk eftir því. Þínir líkar að því leyti til þeir eiga sama í hjartanu og þú. Hvað eiga þeir? Jesú. Þeir eru fylltir heilögum anda, eins og þú. Þetta er samfélagi sem Drottinn er að draga okkur saman í. Og hann talar aðvörunarorðin í þetta að sumra sér siður að vanrækja sínar safnaðar samkomur og ég get sagt þér af hverju hann segir þetta, af því það er grafalvarlegt mál. Að vanrækja sína safnaða samkomu. Ég ræði mér ekki sjálfur algjörlega. En Drottinn er að kenna þér. Og þú segir, sértu komin á þann stað, fram að bera að gera vilja Guðs en manna. Það er þetta sem að ræður úrslitum, að þessi hugsun, fram að bera að gera vilja Guðs en manna, etur þér á samkomuna. Til dæmis, etur þér á þessar stundir. Og meira, þegar fyrir að þykja vænt þetta samfélag. Af hverju? Eru svona frábært fólk þar? Kannski ekki, það er ekki kannski málið. Þarna er þó kristið fólk sem lofar sama Guð og þú. Það verður aðalmálið. En svo náttúrulega kemur alls konar upp í því að því við höldum áfram að vera manneskjur og úrlega húlar og hýlugjarnar og allt saman það inn á milli. En það allt saman vex, svona réttlast af okkur smátt og smátt, svo líður alltaf æ lengur á milli þess að við höfum hýlur. En það getur alltaf gerst. Og svo sem að eiga menn alveg vona á því að það gerist, því að þetta fólk heldur bara áfram að vera fólk, bæði ég og allir aðrir, við heldum áfram að vera fólk. Og stundum erum við ekki skemmtilegt fólk, það er nú bara svolítið líka. Og af hverju erum við ekki skemmtilegt fólk?
af því að það er eitthvað í hjartanu sem hann angra okkur. Það er bara þannig, ef þið líður ekki vel, þá er það vegna þess að eitthvað í hjartanu er að angra þig. Af hverju? Hver veit það? Hvað er að angra? En það er eitthvað sem bálast upp í þér og fer að angra þig og þú ferð upp undir í fílu, ég veit að þú ferð aldrei í fílu, en svona upp undir það, sem er betra heldur en að fara í fílu en að fara upp undir fílu, en þetta er allt til staðar. Og þetta er eitt af því sem verið er að vinna með, það er þessir tilfinningar í mönnum. Og þú munt aldrei losna við það, ég get glattið með þessu, þú munt aldrei losna við það og þetta mun alltaf fylgja þér og takt eftir því, sjáðu góða atriðið í þessu, sem er, þegar þetta byrjar í þér, að því þú þekkir Guð, þekkir Drottinn Jesú og elskar hann, ég efast ekkert um það, þú fer að snúa þér að honum aftur. Og veist af hverju, þú vilt ekki vera neitt í þessu ástandi. Þannig að þú ert jafnvel að hugsa einum öðrum þegjandi þörfina. Þetta er allt til í okkur, vegna þess að við erum bara fólk. En stöndum á öðrum grunni en við stóðum áður, grunni Jesú Krist. Og það streymir þetta lifandi vatn og það leikur æðar okkar og gerir alls konar. Og þú byrjar að tókast á við þetta, þú vilt það út sem er að valda þér einhverjum gremju, það er svona leiðir sem kristnir fara og það segrar alltaf á lokum þetta góða. Og svo lofar að Guð eins og aldrei áður. Þetta er hringrás. Þú vilt náttúrulega vera bara á toppnum og stundum ert á toppnum en svo byrjar alltaf að halla undan. Af hverju? Vilji Guðs er þar. Og veist af hverju? Þegar þú ert alltaf á toppnum þá gleymir þú bara Guði og hættir að svona pæla of mikið í honum og þá byrjar hann að þrengja þeirra þráknum og þá verður aftur Drottinn, svo ertu komin á þann stað og þú komir svolítið neðar, Drottinn, hjálpaðu mér, starðuðu mig upp úr þessu díki og hann gerir það. Og þú verður lært aðeins meira og það er lengi spilað á milli þess að hún dettur niður þessa dali. En ég hygg að þú náir aldrei þeim þroska að þetta hætti að gerast. Það hætti ekki. Ég er búinn að vera í þessu síðan 89, ekki, jú. Maður er ennþá að glíma við þetta allt. En það getur maður kannski sagt sér til hrós að maður lætur þetta ekki fanga sig alveg lengur. Þannig að maður hristir þetta alltaf af sér nákvæmlega, maður hristir þetta af sér. Sem sagt, að hrista þetta af sér er sitt verk. Ef ég hristi það ekki af mér, þá getur þú ekki koma að hrista gallin til og að hrista þetta af honum. Það er ekkert þannig. Þess vegna eigum við að vera vinir númer 1 og við erum að tala uppörvandi orð hvort til annars. Gerum við það? Yfirleitt já, ég var nú að hæla kristnum mönnum og konum fyrir það að yfirleitt þá gera þér það. Og svo er svo margt sem að vinst með því að vera daglega með Drottni. Því að þú ert náttúrulega trúðmanniski og vilt allir séu og góðu við þig og allt saman það og þetta er menn að vera góður hvort með annan. En stundum er að menn það ekki. Og hvað ætlar þá að gera? Haha, hér er ekki verandi. Og harinn, ég harinn, Sveinn sagði. Það er ekki leiðin og þú veist það. Og hvað ætlar að gera? Nú, þú verður bara að þrauka. Þú veist af lífinu að þetta gengur allt yfir. Svo er allt í hennu bara komin inn í sólskinið aftur. Þú veist að lífið er svona. Og hvað er þetta núna? Í einhverju djúpum dal og hætta þessu bara, mann ennur þessu ekki lengur. Það getur vel verið að þú sért á þessu stað. En ég segi þig, þú verið á honum áður. Hvað gerður í hinskiptin? Nú bara helst áfram að ganga með Guði og þú ætlar að gera það líka núna. Og þú kemur út úr þessu, vonandi þessu fyrst, ég bið þess, miklu öflugri trúið manneski, þannig virkar þetta. Þannig í raun og veru þarf maður ekkert að vera óttast það neitt að Drottinn sé að eitthvað að tukta mann til. Jú, hann tukta mann til vissulega. En hann gerir það ekki nema til gagns.
Hann ekkert að þessu bara að því bara. Hann ekkert að þessu bara vegna þess að hann hefur ekkert að gera. Hann hefur nóg að gera. En þú ert þarna, þú ert afsprengi hans, afrakstur hans, má segja, og hann ætlar að sjá þig. Og þess vegna dælir hann á þig kemslunni, dælir hann á þig, já, orði Guðs, orði sínu, og þú meðtekur það, og vext af því, takt eftir því, þú vext af orði Guðs, og svo líður alltaf lengra og lengra á milli þess sem þú dettur niður í þessa djúpu dali. Og þú dettur niður í dali, en ekki þessa djúpu dali sem þú gerður einu sinni. Dalurinn hefur grynkað. Af hverju? Af því þú verður að gera það sem á að gera. Þú ert að byggja upp þína trú, þú ert að leyfa þetta vatni að byggja upp þína trú. Og bara er það þannig. Þannig að þeir sem stunda sína trú, að þeir eru á greinni grein. En þeir sem taka þessu svona bara einhvern veginn, þeir ná aldrei neinum árangri. Og þú getur alveg séð þetta fólk úr hópnum. Og þegar þú ert komið trúna á þinn stað, sem hún á að vera, þá gefstu ekkert upp. Og þá hættir þessu hugsun að það ekki verandi hér, ég verður að vera eitthvað annað. Og hvað tekur við annað? Bara sama og var. Og svo kemst á þann stað, eins og ég hef gert fyrir margt lengu, fara hvert? Hér er bara gott að vera. Við getum sagt þetta öll, við getum sagt þetta allstað, en við þurfum bara að vinna vinnuna okkar þannig að við sjáum þetta þessum augum. Ef þú ert með fólki, þá gerist alls konar. Hvað sem þú það gerist alls konar. Það er þetta sem við erum að læra. Að þetta gerist og við vinnum með það og við vinnum þess þetta úr hverjum degi og út í það er farið. Og svo erum við komin á þann stað, góður staður að vera á, að við erum ekkert að fara nei. Við ætlum bara að halda þessu áfram. Komin með þá reynslu að þetta er hvort er á öðrum stöðum alveg eins. Og akkur þá að vera að fara ef á öðrum stöðum er alveg eins. Þá er ekki til neins að fara. Og hvað kennir þetta þér og mér? Jú, ég held bara áfram hér. Af því að hérna ertu á þessum stað og þú þekkir allt hér. Og svo fyrir utan það, þá þekkir fullt af fólki hér og í því að þekkja aðstæður og kringumstæður er bara akkur. Það er góð staða. Akkur að vera alltaf að henda þessu frá sér til að sjá allt upp og nýtt, vinna allt upp og nýtt. Til hvers? Það er bara tímaeyðsla. Og Drottinn vill ekki að þú sért með lífið þitt í tómri tímaeyðslu. Hann vill að þú bara sért þar sem þú átt að vera og vinnir þar og verkir þar og þú ert með allt í kringu þig og hefur lært inn á allt kerfið þar og það er gott. Akkur vera að læra alltaf allt upp og nýtt. Til hvers? En hve oft hefur maður ekki raun og verið gert það? Á nýjum stað eru nýjir siðir og þú þarft að læra þá. Vertu bara kjör það sem þú ert. Þú þekki hvert krók og krema. Og það var nú það sem maður lærði loksins þegar maður hætti að vera að hlaupa á milli vinnustaða. Að maður lærði á allt þar sem maður var. Og sagði við sjálf þetta er nú bara miklu betra. Maður vissi alla hvað öll verkfæri var og maður þurfti ekki að spyrja hann eins og að því maður rataði allt húsið. Og það kemur bara með tímanum. Nýr staður, þá veistu ekki einu sinni hvað klósett er, þú ratar ekki einu sinni út. Kom ég þarna inn eða þarna? Já, ég kom þarna inn, já. Og þá áttu búin að vita það, en þú vissir þetta á gamla staðna. Þeir eru margt löngu. Allt. Þú þurftir ekki að spyrja neitt, þú rataðar á alla staði. Þannig að sjá það er heilmikill akkur í að stoppa. Svo er kirkjan líka. Þú veist allt þar. Svo er þetta það að þekkir alveg fullt af fólki í söfniðinu. Og það kemur nýtt andlit, jú, þú náttúrulega sér það komið nýtt andlit og allt í lagi með það. En ef þú ert að skipta söfnið alveg stöðu, þá ert alltaf að sjá tóm ný andlit. Og þetta var að kynnast öllum og eins og ég heiti, já, og svo framvegis. Það veit allir hvað þú heitir ef þú ert bara að kjöra á þínu stað.
Þú þarft ekkert að kynna þig, ekki nema bara verið nýju fólki út í það er farið. Þetta bætist alltaf við, því miður stundum minnkar hópurinn. Það er þetta rótleysi. Þetta stórhættulega rótleysi. Og það er eitt af því sem Drottinn vill taka á til að þetta rótleysi okkar hætti. Það vil bara að við séum þarna og veistu akkur hann vill að við séum þarna því hann setti þið þarna. Þetta er ekki þitt val, hann setti þið þarna. Og þá kemur aftur að þessari frábæru setningu, framar ber að hlýða Guðinn mönnum. Drottinn setti í þennan hóp, Drottinn setti í hinn hópinn. Framar ber að hlýða Guðinn mönnum. Þú ætti nú ekki að fara að þangað. Ekki nema tómi upplaust þarna og ég veit ekki hvað. En þú lést nú ekki undan þessu og hugsaði nú mikið, ég veit ekki hvað þessu, þetta var hann inn. Og þú færst hann inn. Allt í vínalagi maður. Allt í frið og spekt. Þannig að þú sér það hverju þú átt að hlýða. Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Það á við allt fyrir þig. Og hvað ætlar að gera? Ætlar að hlýða Guði eða mönnum? Menn geta alveg verið að aðvara því, sko. Nei, þangað skal ekki vera. Þetta er brjálað fólk maður. Og þú hlýðir þessu ekki því Drottinn var búinn að tala til þig en annað. Og þú fer, hvað er allt þetta brjálaða fólk? Ég sé það ekki. Þetta er bara fólk. Bara eins og allir aðrir menn og konur. Stundum jafnvel kannski uppbyrðir að vera hóll og það er allt í lagi. Það segir við þig þú mátt alveg vera hóll og þess að það er neitt að kosta þig. En þú reynir náttúrulega að vera glöð manneskja því að glaður líður betur og þú vilt bara vera þar. Og þetta er allt í boði. Þú átt sjálfan Guð að sem að bara sér þetta. Þú þarf bara að leyfa honum að sjá þetta. Hvað heitir þetta? Það er til orðið fyrir þetta allt. Ég dey sjálfum mér. Já, við þekkjum þetta allt saman. Og þess vegna deyjum við sjálfum okkur. Og hvað meira? Við rísum upp í Jesú nafni. Það er það sem gerist. Og þetta vitum við erum kristið fólk. Við vitum, þetta kristna fólk, við vitum alveg fullt af hlutum. Síðan er annað hvort við séum að gera það sem við vitum. Það er lærdómurinn. Það er svona svolítið áhæmurinn á okkar líf. Það er að gera það sem við vitum og vitum að það er vilji Guðs. Já, við vitum að sumt er vilji Guðs. Það er það sem við höfum að gera, ekki hitt. Þannig að það er mjög gaman, finnst mér, að þjóna Guði og standa upp í sinni köllun er mjög gaman. Hann kallaði mig í þetta verk, hann kallaði þig í eitthvað annað verk, en gerðu þessi Drottinn að kalla þig til og krefjast að þér, því að það verður gaman að gera það. Við eigum að vera það sem er gaman að vinna og við getum það með því að þjóna Guði, hlýða Guði og vera viljótt verkfæri hann, þá verður þetta gaman. Og þið líður vel í hjartanu þínu af því að gera þetta og þú er smá stoltur af þér að hafa gert þetta. Með öðrum orðum, þú er stoltur af því að ég hlýti þó allavega Guði. Já, það er málið. Og mín reynsla er af því þegar maður hlýðir Guði að það er náttúrulega gaman, ég hef mjög gaman að þessu. Og svo er verkið líka gott. Akkur, það er Guði góður. Hann er ekkert að leika sér þegar hann er að senda menn í svona verkefni. Hann hefur eitthvað tilgang með þetta. Hann er að þjóna til mann og kvenna með þessu verki til að mynda og öllum verkum sem við gerum í Jesú nafni þá er hann að þjóna á sinn hátt til mann og kvenna og það er gaman. Ekki? Þú veist reyndar ekkert árangurinn endilega en þú veist hvernig þú þjónar. Og þú veist líka að hann lætur þig ekki ausa í tóma tunnu, botnlausa tunnu. Já, hann getur látið ausa í tóma tunnu, en hún er ekki botnlaus. Hún heldur því sem í tunnuna fer. Þannig við sjáum að við hérna
erum ekki að gera staðlausa stafi þegar við þjónum Guði og þess vegna skulum við bara þjóna honum og ég sé það að komið tími og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.